Velkomin í 2020 leiðir. Jón Hilmar heiti ég og í þessum þáttum þá ætla ég að spjalla við bestu gítarleikarana og fá hjá þeim frábær ráð hvernig við hin getum orðið betri að spila og bara yfir höfuð kynnst gítarleikurunum okkar aðeins betur. Þátturinn er styrktur af Gítar.is en Gítar.is er staður þar sem þú getur lært á gítar, heima í stofu, maður og mann kennsla og allir í dúndrandi feeling. Svo, kíkjum á það. Kjartan Baldursson hefur verið að gera ótrúlega spennandi hluti á YouTube og Instagram. Hann er nýbúinn að gefa út lag sem við heyrum hérna undir. Tjekkað á honum, þú finnur hann sem K-Bald á Instagram og YouTube og Spotify. En ég tók smá viðtal við hann. Heyrum í honum. Blessaður Kjartan, það er gaman að hitta þig loksins. Já, blessaður sæll og takk fyrir að bjóða mér. Gott að fá þig í þáttinn og ég er nú búinn að vera að fylgjast með þér svolítið lengi út að gera fullt af mjög spennandi hlutum sem að ég hlakka til að spyrja þig út í. Algjörlega. Þú ert rosa aktífur á Instagram og ert með Patreon síðu og þetta eru hlutir sem að gítarleikarar á Íslandi eru ekkert að nýta sér nokkuð skapaðan hlut og þess vegna finnst mér mjög áhugavert að heyra svolítið bara byrja þar, hvað þú ert að brasa í dag. Algjörlega. Já, þetta fer kannski nokkur ár aftur í tímann, hvernig það byrjar. Ég byrjaði á Instagram að posta svona reglulega, byrjaði ég bara í COVID í fyrra, í febrúar og mars í fyrra, þannig að komið ár síðan. En hafði alveg verið að setja inn vídeó áður, en kannski ekki á sama metnaði og sama offorsi, sko. En og búin að vera að fylgjast með fullt af spilurum að nenni sem er að gera góða hluti og oft verður maður að hugsa, ég geti nú alveg gert þetta. Og þú veist, þú kannast örugglega við það sjálfur, maður sér spilarar að gera fáránlega góða hluti og maður er ekki hérna sjálfur og hugsa bara eitthvað, ég get alveg gert þetta. Og en sko, já, í rauninni byrjaði ég bjó út í Englandi í mörg ár. Flutti aftur heim til Íslands fyrir 2,5 ári og þegar ég bjó út í Englandi þá var ég mikið að kenna í gegnum Skype. Og þá var ég að vinna hjá agency sem heitir Your Guitar Academy og þeir eru með sitt svona online, með sinn online presence í gegnum YouTube og Instagram og víðar og í rauninni sjá alla auglýsingu. Þeir fá svo nemendur inn og sendu svo okkur kennarana. Þannig að ég bara vann heima og var að kenna í gegnum netið. En svo gerist það fyrir 3 árum að ég ákvað að flytja heim til Íslands og sagði skilið við þetta fyrirtæki sem ég var að vinna hjá. Og þá svona vantaði mig eitthvað að gera og var ekki komið með kennsludjóp. Þannig ég ákvað bara að fara á fullt á Instagram og reyna að auglýsa þetta eitthvað. En tók bara upp á símann minn og þessi vídeó var ekkert nógu góð, sko, og þetta fór ekki neitt. En svo er ég svo heppinn að ég fekk kennsludjópinn í Gítarskóla Íslands og svo er ég að kenna í tónlistarskóla Kópavogs líka. Þannig að ég setti þetta eiginlega bara svolítið til hliðar. Ég var ekkert að spá meira í þessu, en svona alltaf blunda í mér langaði til að gera eitthvað svona online, búa til eitthvað og kannski þá ekki vera að kenna einn á einn heldur að vera að búa til efni sem svolítið sér sig sjálft. Vera með þá okkur áskriftarleiðir eða eitthvað þannig. Svo gerist þetta, já, og þegar COVID skellur á, þá svolítið svona bara, þegar maður að hugsa, nú er tíminn til að fara að búa til eitthvað efni online, því að nú er allir á netinu og vilja komast í efni. Og erum ekki heima og fólk er kannski frekar að fara að æfa svo hljóðfæri, þannig að þá byrjaði ég svolítið á þessu. Og bara þegar maður sá að þetta var að ganga vel í fólkið, þá bara var það ennþá meiri hvatning til að halda áfram. Mhm. Ég var í rauninni ekki með neitt, akkúrat plan, ég bara óð af stað. Prófaði bara svolítið hvað virkaði. Mhm. Ég komist að því að því styttri sem vídeóin eru, því vinsælli eru þau, því að náttúrulega fólk hefur takmarkað þolinmæði og athygli á Instagram sérstaklega. Lengri vídeó ganga betur á YouTube, en þess vegna hef ég bara farið svolítið út í þetta að vera að pósta stuttum likum. Þannig að
svo við vitum allir gítarleikarar vilja lick, við viljum allir fleiri lick og ég man þetta sjálfur þegar ég var yngri og enn þann dag í dag, maður er endalaust alltaf að leita sér að nýjum hugmyndum og nýjum lickum og það hefur svona verið grunnurinn að þessum vexti sem hefur orðið undanfarið ár. Akkurat. Já, það bara, hvað var það sem að startaði, af því að Instagram-reikningurinn fór svona svolítið á flug allt í einu, fannst manni? Já, sko, þetta var í rauninni, sko, svolítið svona, voruð hægt af stað fyrst. Það var, sko, þegar ég byrjaði, þá líklega verið með 1000 fylgjendur, helmingurinn þeim, kannski verið kunningjar, vinir og fjölskylda. Eitthvað sem hafði týnst inn í gegnum árin, af einhverjum svona gítarnördum. Svo fékk ég stærri síður til þess að pósta efninu mínu. Og það þá síður sem þá kannski að taka $10-15 og sendi þeim það til að repósta efninu mínu og þeir eru kannski með 300.000, 500.000, 700.000 fylgjendur. Og þannig hefur þetta svolítið stækkað, sko. Og í rauninni, sko, það fer alltaf hægt af stað, en leiðum við komin yfir cirka 2000, þá fór þetta að rúlla ansi hratt. Þú veist, þá ertu komin með, sko, þá ertu komin með eitthvað svona foundation, þú ert komin með eitthvað grunn sem að horfa á efnið. Og þegar Instagram algoritminn skynjar það að eitthvað sé að horfa á efnið þitt og að seifa það og menn að læra likkinu, þetta horfa þær aftur og aftur á vídeónu, þetta rosalega gott. Og það náttúrulega fyrir algoritminn að pússa þér áfram. Og það þá í hashtökunum og explore síðunni og svo framvegis. Og þannig fór það virkilega af stað. Í rauninni, sko, hver einasti pósti sem ég sett inn, kannski einu sinni 2 í viku til að byrja með, svo fór ég stundum að gera 3 í viku, að ná, þótt ég hafi kannski verið með á þeim tíma 10, 15 og svo 20.000 fylgjendur, þá sá ég það að sko, þetta voru kannski 60-70.000 sem voru að sjá pósta. Af því að algoritminn að ýta þess út. Og þetta náttúrulega mikla pælingar á baku þetta, sko. En algoritma ég búin að liggja yfir nokkrum gúrúunum á YouTube sem útskýra þetta. Þannig að þú veist, galdurinn alltaf bara fyrst og fremst að vera með sko base, fylgi sem engaging. Þannig að þú veist, maður myndi aldrei mæla með því að fólk, sumir hafa dottið þá gryfju að kaupa sér fylgjendur eða ná sér í fylgi með einhverjum leiðum. Það eyðileggur aðganginn vegna þess að sko þegar þú ert komið með, segðu kaupið 1000 fylgjendur, þá ert þú bara komið 1000 fylgjendur sem ekkert að fylgjast með þér. Algoritminn hugsar, það eitthvað skrítið í gangi þarna og þá fellur þetta allt sjálft sig, sko. Nákvæmlega, það skiptir svo miklu máli að hafa eitthvað sem hlustar á því sem langar að hlusta á því. Það ekki bara það að hafa einhvern. Nei, akkurat. Þú ert að búa til efni fyrir gítarleikara, þú ert ekkert að búa til efni fyrir neitt annan. Það bara akkurat það. Finna rétta krátið. Svo hefur þetta svona, þetta líka svolítið svona skipta milli landa, hvað þetta vinsælt. Þetta mjög vinsælt í Bandaríkjunum. Suður Ameríka kemur rosalega sterk inn, með mikið fylgi Brasilíu, Argentínu, Perú, Chile, Mexíkó. Já. Hvernig sérðu þetta vaxa og hvað áttu eftir að gera fyrir því í framtíðinni? Ég bara veit ekki, þetta bara að gera svo hratt og ég svona sá þetta aldrei fyrir mér að þetta myndi gera svona hratt og en það sem ég langar náttúrulega til að gera að kannski til lengri tíma að minnka við mig sko 1-á-1 kennslu sem ég að gera full time með þessu og búin að gera mjög langa tíma sem náttúrulega mjög gaman en eins og þeir vita sem hafa verið að kenna 1-á-1 þetta getur náttúrulega verið mjög þreytandi til lengdar að vinna þetta svo fulla vinnu og auðvitað hefur maður alltaf langað kannski til að vera að spila meira og gera eitthvað svona meira on the side en sko bara að vera með þetta fylgi getur náttúrulega hjálpað mér á svo marga leiðir sem núna var ég ekki út lag til dæmis og það þarf að hjálpa mér að ná til hlustenda og ég náttúrulega komist að því að auðvitað eru flestir að fylgja mér vegna þess að vilja læra mér eru ekki að fylgja mér vegna þess að sko það langar endilega að hlusta tónlistina mína en þetta svolítið aðskilið og maður náttúrulega átta sig á því að sko til dæmis að vera með hljómsveit og reyna að vaxa á svona miðlum það erfitt það reyna ein setning sko, sem að grunnurinn að öllu sem ég geri og það bring them value
Þú veist, ef þú ert hljómsveit og segir við vorum að gefa út lag, fólk bara já, ok. Ég meina það fullt af hljómsveitum sem að gefa út lag, hvað svona sérstakt við þetta lag? Þú verður að bjóða fólki eitthvað svo til að fá það inn. Og þetta sem sagt, mæli með að fólk tekki á breskum gaur sem heitir Damian Keyes. Þekkir hann? Ég með hann á póstlistanum hjá honum. Var einmitt að rekast á hann. Já, akkurat. Þetta algjör snillingur. Hann var í Brighton, býr í Brighton eða hvort hann fluttur til Ameríku. Og ég bjó í Brighton líka, en ég þekki hann ekki, en ég þekki mikið af samfélögu fólki. Og þessi gaur sko bara fyrir alla unga tónlistamenn, unga sem aldna, bara sem langar til að gera eitthvað og taka kannski ferilinn upp á næsta level, að þá myndi ég segja hlustið á Damian Keyes. Hann ótrúlegur. Hann með YouTube-vídeó vikulega sem hann fer yfir allt samfélagsmiðlana, Spotify. Bara hvernig maður á að bera sig sem tónlistarmaður, hvernig maður ekki að bera sig, þú veist, bara allt. Akkurat. Hann hefur skrifað 2 bækur líka sem eru bara mjög aðgengilegar og þægilegar. Þannig að ég tekið margt á honum. Nákvæmlega. Þetta ótrúlega spennandi og það eru svo ótrúlega mörg tækifæri sem að við gítarleikarar eða tónlistamenn erum ekki að nýta okkur. Algjörlega. Þú veist, eins og þetta bara að gera það sem þú ert að gera og það er mjög spennandi. Ég held líka sko að, þú veist, ég náttúrulega komið það heim sko, þá hefði ég búið úti í 7 ár og hefði verið að kenna og spila. En ég var svona ekki að spila kannski akkurat giggi sem ég langaði til að spila. Þetta voru bara, þú veist, ballgig, pöppagig og svoleiðis. Og ég svona, mér langaði að flytja heim og ég sá að margir vinir mínir þetta heim og voru að gera rosa spennandi hluti. En ég ákvað að flytja heim og kem náttúrulega bara heim og er búin að vera úti svo lengi. Ég er rauninni búin að missa svolítið mikið svona, ég dotti svolítið út. Þannig að svona, mann vantaði eitthvað að gera, sko. Fyrir utan það, þú er búin að vera svo lengi í burtu að mér var líka alveg sama hvað þetta myndi finnast. Sko. Það er það sem hefur örugglega stoppað mig í gamla daga. Bara, nei, maður getur ekki verið að tróða sér eitthvað svona. Þetta er kannski aðeins svo mikið. Af hverju ég? En þú veist, það eru svona 20-30 gítarleikur í Ísland sem er betri en ég. Af hverju ég að vera að tróða mér eitthvað? Nákvæmlega. Það er þessi hugsun. Sko. Akkurat. En skiptir ekkert máli hver er bestur. Það skiptir máli bara ef maður langar til að gera eitthvað, gera það bara og annarkoð fíla fólk eða fílar það ekki og bara. Í rauninni er þetta bara þannig að þú ert ekkert dómbær það hvað fólki finnst. Nei. Svo við getum ekkert verið að raða okkur eitthvað í, þú veist, í röð eftir bestu gítarleikurunum og hvað við ættum að vera að gera út frá því. Nákvæmlega. Svo það eru, eins og ég segi, það er fullt að tækifærum sem eru það núti fyrir hvert sem er til að grípa. Mér var svo gott það sem þú sagðir áðan þegar þú byrjaðir. Þú vissir ekkert hvað að vera að fara út í, þú bara lést vaða. Já, ég lét bara vaða. Ég er alveg algjörlega sammála því. Mér finnst langbest ef ég ætla að fara að gera eitthvað að auglýsa það fyrst. Já. Bara að segja, heyrðu, ég verð þarna og ég ætla að gera þetta, kannski aldrei gert það áður. Já. Og svo bara ferði það pælið það, því að þá er komin pressa á þig og þá verður þú bara að gjöra svo vel og gera þetta eins og maður. Algjörlega. Það er nefnilega akkurat það og ég er ennþá að þessu sko. Þess að núna er ég byrjaði seinasta helgi með svona livestream fyrir þá sem erum inn á Patreon hjá mér. Aldrei gert svona áður. Vissi ekki hvað ég var að gera en þetta gekk ótrúlega vel sko. Já. Þetta er þetta að stíga út úr komfortzónunni. Ég bara að hlusta eitthvað podcast þetta einn, ég man ekki. Bara, hvað er mikilvægt að bara að maður vill vaksa. Þú veist, fyrir nokkrum árum ég örugglega hugsa, ég get ekkert farið að, þú veist, tala við kameru, ég get ekkert farið að, þú veist, að þetta var ekki mitt komfortzón. Það er komfortzón að setja með gítari, ég vill ekki syngja, þú veist, bara mitt komfortzón er gítarinn. En til þess að geta tekið það sem þetta gera lengra, þá verður maður einhvern veginn að taka skrefið út og gera eitthvað sem að maður er kannski mögulega hræddur við eða svona utan komfortzónsins. Það sé algjörlega málið. Algjörlega, ég er svo sammálaður. Og ég þurfti, að þú talaði nú að syngja, ég þurfti nú einmitt að stíga það skref mjög harkalega, sko. Já. Þú veist, það er svo erfitt, ef þú ert búin að telja því sjálfum trúum að þú getur ekki sungið, þá er þetta bara það mest ókveikjandi í heiminum. Algjörlega. Og ég man eftir ég á eina svolítið skemmtilega sögu, ég var að spila fyrir norðan og
Björgvin Halldórsson var að syngja og Sigga Beintins Já, voru að syngja með okkur og hljómsveitin sem ég var að spila með og sá sem að með bandið hann hringdi í mig, heyrðu, ert þú ekki til í, þetta var bara rétt eftir ég var byrjaður og svona mani mig upp í að syngja, já, ert þú ekki til í að syngja nokkuð lög áður en að Sigga og Björgvin stíga á svið og ég auðvitað bara langaði ekkert að gera það en að því ég var að skora mig svolítið á hólm þá sagði ég bara já svo Já, já. ég hitaði upp þarna fyrir þau svo að maður þarf stundum bara að láta vaða. Já, algjörlega. Og svo þetta, þú veist, þetta þessi hugmynd, sko, þú veist, ég ekki söngvari, en það skiptir ekki máli, sko. Þú veist, Mark Knopfler söngvari? Já, nei, ég meina hann góður söngvari? Þú veist, það má deilu það. Já, já. Hann allavega takmarkaður. En hann gerir bara það sem hann gerir svo vel og svo sannfærandi að í rauninni, sko, maður alltaf að láta, sko, skort á tækni og kunnáttu stoppa sig. Þú veist, ég veit að ég ekki tæknilega góður söngvari en ég get haldið lagi, en mér er samt alveg illa við að syngja. En ég gerði nú samt eitt í fyrra. Ég fór í 3 söngtíma hjá Margrét Eir og ætlaði þess að ég var búinn að semja fullt af lögum, sko. Ég skoði þetta. En það var svona planið að gefa út, sko, sungna tónlist, ég ætlaði að syngja sjálfur. Já. En svo það var sem sagt áður en COVID skalla og rétt áður og áður en ég byrjaði á Instagram-eriki, sko. Þannig að svo þegar ég byrja náttúrulega á þessum Instagram-vídeóum, þá tekur það náttúrulega svolítið yfir. Og ég set lagasmíðar bara svolítið til hliðar. Af því að hreinlega allur auka tími sem ég hafði fór bara í búið til efni. Og svo vindur þetta svolítið upp á sig þegar ég byrja á Instagram, svo byrja ég með YouTube og ég ekkert að hugsa út í, sko, þú veist, ég alltaf að bæta við, fara á nýja miðil og svona, mögulega geta tekið svolítið tíma. Þannig að já, þess vegna maður líka byrjaði með Patreon, sko. Patreon svolítið sniðug. Já, segðu okkur aðeins frá Patreon. Sko, Hvað það eiginlega? Patreon í rauninni eins og samfélagsmiðill, þar sem þú getur, fólk getur borgaðir mánaðarlega eitthvað gjald sem þú setur upp eða sem þau velja að greiða þér. Margir listamenn nota þetta, svo vinur minn Ragnar Ólafsson, hann svona sá sem að ég fylgst mest með á Patreon, hann til dæmis gefur út sína tónlist og svo eru hans aðdáendur sem geta fylgst með honum þar og fá þá eitthvað aukaefni, sögur á baku lögin og alls konar svoleiðis. En svo eru svona gaurir eins og ég sem eru þá kannski meira bjóða upp á kennsluefni og þarna býð ég þá upp á ég skrifa út öll vídeóum mín á Instagram. Skrifa allt upp á tabs og nótur og fólk getur þá haft aðgang að því á Patreon fyrir bara mjög litla upphæð fyrir $3 á mánuði. En hugmyndin þá kannski frekar að fá marga inn frekar en að rukka mikið. Og svo hef ég byrjað með aðra áskriftarleið þar sem ég er að bjóða fólki þá að mæta í svona livestream og þú veist, það geta það verið og verið þetta svona eins og hóptími í rauninni þar sem þau geta sendt mér spurningar og annað. Já, Patreon stór sniðugt, sko. Algjörlega stór sniðugt. Þannig að fólk að búa eitthvað til og vill hafa eitthvað sem að tekið af því, þá þetta mjög góð leið. Og margir að bjóða upp á mismunandi leiðir, þannig að fólk getur valið í rauninni hversu mikið það vill styrkja þig. En ég lít ekki á mína síðu sem, þú veist, ég lít ekki á það hjá mér eins og fólk sé að styrkja mig, fólk í rauninni bara að borga áskrift og fær í staðinn aðgang að efni sem hefði annars ekki aðgang að. Akkúrat. En hvernig hefur þessi síða vaxið með Instagraminu eða? Já, og mögulega YouTube líka, sko. YouTube, það annað sem bara að vaxa mjög hratt líka. Ég byrjaði með YouTube á svona fyrir bara 8 mánuði, eitthvað svoleiðis. Fór mjög hægt af stað. En svo var það bara eitt vídeó sem var til þess að setti vídeóinn. Þá var ég með kannski 250 subscribers sem höfðu allir komið af Instagram í rauninni. En þarna pikkaði YouTube algoritminn upp vídeó frá mér og sýndi það 80.000 manns, eða þess að það var 80.000 sinnum á 3 klukkutímum yfir einu. Ég vaknaði bara einn morguninn og bara
Þannig að þaðan hafa rosalega margir komið inn á Patreon líka. Þá náttúrulega set ég bara linka inn á öll vídeóin mín. Þú veist, ef þú viljið tapsa þessu vídeói, þá finnur það á Patreon og þá getur fólk komið þaðan yfir. Og auðvitað fullt af fólki sem kemur og staldrar stutt við, en það bara svo það sumir staldrar lengur við og svo framvegis. En já, ég mæli hyggst með því að fólk að búa til efni og getur verið með eitthvað svona aukaefni og vill búa til tekjur og kannski vinna aðeins minna 9-5, þá þetta mjög góð leið til að búa til. Nákvæmlega, þetta ótrúlega spennandi. Ef við bökkum aðeins, þú ert af vestan, það ekki? Jú, ég er frá Hnífsdal. Já, það eru margir góðir gítarleikarar frá Vestfjörðum. Já, og bara tónlistarmenn, ég veit ekki alveg hvað það en sko þegar ég að alast þetta upp, þá þarna aðalhljómsveitin Urmull, Stefán, gítarleikari, maður leit alveg upp til hans, ótrúlegur, magnaður gítarleikari og svo Halldór Gunnar, Fjallabróðir og margir fleiri, og bara, það rosalega góður tónlistarskóli á Ísafirði. Ég veit ekki hvort það tónlistarskólanum að þakka að rock og popsenan sé svona öflug, ég held, og það var með gítarkennara sem á austan, Friðrik Lúðvíksson. Já. Frá Egilsstöðum. Og hann frábær kennari, hann kendi okkur langflestum sem vorum á þessum árum. Og tónlistarskólinn í Ísafirði svolítið svona traditional, klassískur tónlistarskóli, en Friðrik, hann var svolítið með þessu popnálgun. Hann kendi bæði á klassískan gítar, en hann var líka að bjóða okkur að gera svolítið okkar líka. Þannig að maður, hann var ekkert rosalega strangur á það við mig að lesa nótur, en ég fékk svolítið að læra til eyra og smálestur með, og svo hvatti hann okkur líka til að semja lög, og ef við vorum að semja þá hjálpaði hann okkur að setja saman hljómsveitir, og þegar voru jólatónleikar og annað, þá vorum við ofta að spila frumsamið efni. Bara 13-14 ára. Þannig að, já, maður spyr sig, þetta náttúrulega líka svo einangrað fyrir vestan, fólk verður að finna sér eitthvað að gera. Og ekki fer maður út í fótbolta í snjónum. Jú, maður reyndi að gera það. Já, þetta svona spurning, ég veit ekki alveg hvað það en En fyrir þig, hvað var það sem að kveikti áhuga að vinna á gítarleik? Það var hljómsveitin Iron Maiden. Já. Og ég hafði sem sagt verið að læra á blásturshljóðfæri, lærði á barítónhorn og kornett, ef mann rétt, í tónlistarskólanum. Áður en byrjaði gítar og byrjaði bara mjög ungur í músík. Byrjaði kannski 6-7 ára og kominn í lúðrasveit með miklu eldri krökkum, bara mjög ungur, 7 ára með kannski krökkum sem voru 12 ára. En ég man svo vel eftir þessu, og í skólanum í Hnífsdal þá voru oft sett upp svona kvöldvökur og skólaskemmtanir, og í þessa daga þá var rosalega trendi að klæða sig upp eins og rockhljómsveit og mæma, og eldri strákarnir voru svolítið í þessu. Voru basically settu bara lag á fóninn og voru að mæma upp á hljómsveitinni sér. Og þarna voru strákar sem mæmuðu The Final Countdown með Europe. Og ég hafði aldrei verið neitt í rocki, alltaf áhuga músík, en rocki ekkert sérstaklega, við erum að tala ég 7 ára eitthvað. Heyri ég þetta lag og wow, þetta eitthvað svo gítar, og maður bara wow, þetta eitthvað alvöru stöf. Þannig ég fyrir að spyr vinn minn sem var aðeins meira í rockinu og var aðeins 1 ára eldri og spyr að mér, hvað lagaði til hann? Já, ég á þetta kassetu. Já, ok, ertu til að kópera það yfir á kassetu fyrir mig? Já, ekkert mál. Heyrðu, svo laumar hann inn á þessa kassetu og eftir The Final Countdown, Number of the Beast og Run to the Hills. Og ég hlustaði á þetta og mér fannst þetta ekkert spes við fyrstu hlustin. Já, þetta bara frekar leiðileg lög, En ég held svo að ég hafi hlustað svo mikið á Final Countdown, ég fengi ógeð á því, þannig ég hlustaði á hinn 2 og þá var það ekkert aftur snúið, Ég var bara alveg obsessed, bara gjörsamlega obsessed af Iron Maiden, vildi læra á gítar, frænka mín gaf mér gítar sem ég nú reynda með hérna. Ok, geggjað. Þessi gítar líklega 70 ára gamall, frænka mín, hún 85 ára gömul í dag. Hún fékk hann í fermingargjöf. Hún lítið þetta spila á hann,
Sjá hvort ég slæti hérna. Þetta Stella-gítar, hann sko, blúsararnir í gamla daga, þeir spiluðu mikið á Stella, þetta voru svona Já, ok. frá New Jersey, ég held að Led Belly og Robert Johnson og fleiri hafi átt Stella-gítar. Ok, svo þetta alvöru gítar? Þetta alveg gítar, þetta alveg drasl, sko, en hann Já. En eins og ég segi, þeir náttúrulega höfðu takmarkað fé á milli handana, þannig að þeir náttúrulega leituðu í þetta, sko. Og svo var annar frægur rockari sem notaði Stella-gítar, Kurt Cobain notaði svona gítar í. Ok. Þannig að það alveg samtið, sko. Já. Þannig að þetta nú sögufrægt hljóðfæri, sko. Hann reyndar mínu brotin, en eins og ég segi, ég byrjaði á þennan gítar. Þessar aksjónið mjög hátt, það eiginlega bara að spila á fyrstu 3 böndin og var þannig líka í þá daga. Já. En sko, ég fékk hann að gjöf frá frænku minni. Foreldrar minni sögðu við mig að ég þurfti að spila á hann í 2 ár og þá myndi ég fá rafmagnsgítar. Ég man að kveikjan þeirra umræða var Bragi Valdimar Baggalút, hann bjó í Hnífsdal og hann var að flytja suður. Hann bauð mér að kaupa gamla rafmagnsgítari sem var hættur að nota, bara fyrir lítið, sko. Og ég segi mamma og pappa, ég verð að fá hann gítar, ég verð að fá hann. Og þá var ég nýbyrjaður að spila þessu. Nei, farðu hann ekki. Þú spili 2 ár á gamla gítarinn og þá farðu rafmagnsgítar. Bara til að sjá hvort ég ætlaði mig virkilega að gera þetta. Og ég mjög þakkláttur þeim fyrir að taka þessa nálgun á þetta, því að ég hamaðist á þennan gítar í 2 ár. Og svo mætti pabbi heim með rafmagnsgítar og magnara. Ok. Þegar ég 10 ára. Þannig að, og það var sko Lion frá Osborne. Ég vinsæli gítarar í early 90s. Akkurat. Geggjað að eiga fyrsta gítarinn sinn. Það það, já, ég vil að passa svolítið vel upp á þennan, hann skemmtilegur. Hvað var það sem þú spilaðir á þennan gítar? Hvað læriður á þennan gítar? Hvað lærði ég á þennan gítar? Manstu hvað þú varst að hamast á þegar þú varst að... Já, sko, ég lærði náttúrulega, sko, fyrstu gripin. Fyrstu gripin lærði ég úr gítarbók. Hver var það sem skrifaði? Hvort það var Eyþór Þorláksson eða eitthvað svoleiðis. Það var gripabók með lögum eins og Hafið, bláa hafið og Allir krakkar og eitthvað svona. Maður gat lært sko fyrstu gripin A og E og D og E-mól og A-mól og C og eitthvað svona. Ég lærði þau sjálfur, sko. Ég var líklega 8 ára gamall. Þegar ég fékk gítarinn fyrst. Og mamma kenndi mér þetta 2 grip líka. Og þetta þannig ég byrjaði svolítið sjálfur, sko, en svo fór ég til Friðriks mjög snemma. Ég var kannski búinn að vera að glamra í nokkra mánuði þegar ég fæ að koma til Friðriks. Og hann náttúrulega segir við mig, já, fingrasetningin út allt eða við erum að skoða þetta eins. Þannig að hann tók nú allt sem ég var búinn að læra og kendi mér það upp á nýtt. Það var náttúrulega mjög gott. En já, þannig líklega hef ég bara verið að strömma svona þessi helstu grip og svona þessi Friðrik var að kenna mér í byrjun. Og svo var ég, sko, byrjaði að semja lög bara mjög ungur, sko, og skrifaði hennar á blað á einhvers konar tab sem ég vissi ekkert hvað var, en það var einhvers konar kerfi sem ég bjóð til. Svona svo ég myndi muna, sko, hvað ég átt að ýta og náttúrulega ekki merkileg lög, sko, en ég held að sé mjög mikilvægt fyrir alla að byrja að semja strax. Maður hefur séð það, sko, nú er ég bara að kenna í mörg ár og maður bara kynnast mörgum í gegnum tíðina og þetta er rosalega erfitt. Og maður byrjar ekki að semja strax. Maður byrjar að semja þegar þú ert orðinn svolítið góður að spila. Akkurat, ég alveg sammála. Þroska þetta ekki, sko, hönd í hönd. Þetta í rauninni sama með sönginn. Já. Þess vegna finnst mér rosa mikilvægt að krakkar byrja að syngja fljótlega. Já. Syngja og spila. Af því að þetta bara sami hluturinn að þora og vera að bera sig saman við eitthvað sem er óraunhæft. Akkurat. Eins og þú segir, þegar maður byrjar að semja, þegar maður getur spilað, þá er maður alltaf, þetta er ekki jafn gott og sterfitt og hefinn, þetta er ekki nóg gott. Nákvæmlega, það er nú bara akkurat það, sko. Það er svona, einmitt, bara að byrja, sko.
og svo líka þetta svona sem maður hefur já, bara séð, þú veist, og svo eru aðrir sem eru ekkert endilega góðir að spila en eru góðir að semja, bara vegna þess að þeir bara láta vaða og bara spila það sem kemur út og ég hef oft strögglað með semja, sérstaklega þegar ég æfði mig sem mest, þá samdi ég minnst, vegna þess að þá var fullkomnar áráttan svo mikil og allt átti að verða svo, þú veist, þá voru ég að hlusta sko á svakalegri heitur, Steve Vai, Chick Corea heitinn og eitthvað svona gauðra, maður bera sig saman með eitthvað svona gauðra. Þetta kom ekki neitt. Akkurat. Ég get ekki saman neitt svona, skilur. En, og já, maður verður svo bara, en svo núna, sko, nú gaf ég út lag bara í fyrradag og ég þurfti bara svolítið að láta vaða, sko. Þetta lag er ekkert endilega það sem ég akkurat langaði til að gera, en ég stökk á ákveðið moment þarna. Það var þetta vídeó sem ég nefndi áðan sem í rauninni ýtti YouTube-brásinu minn að stað og reyndar sko Instagrami og komið svolítið að stað, en þetta eina vídeó skilaði mig líklega 5.000 fylgjendum á Instagram og ýtti YouTube-brásinni sko virkilega að stað. Þetta og horfa á það 600.000 sinnum á Instagram, 300.000 sinnum á YouTube og þetta var eitthvað svona stef sem ég sko bara tók upp í einhverju hugsunarleysi. Ég bara kveikti á kamerunni og byrjaði að spila. Svolítið inspired af Jimi Hendrix og og svona þeim stíl svolítið. Og planið var ekki neitt að fara neitt með þetta sko. Það átti bara að vera eitthvað sem að henda á Instagram og svo var þetta bara svakalega vinsælt og ég bara, ok, wow. Þá er ég að skrolla síman eftir kvöldið og sé svona hverju eru búin að læka þetta hjá mér. Sé hérna kunnulegt nafn, svona. Brian May, nei. Shit. En ég bara hringi í vini mína og segi, strákar, eru til að koma í upptökur á föstudaginn í með lag? Eða ég hugsaði, sko, ef Brian May lagar að þykiri, þá hlýtur það að vera gott. En ég stökk bara á þetta, ég sagði, ég tek þetta upp áður en einhver annar bara stelur þetta, þú veist, fyrir þetta hversu margir sko lærðu þetta af mér og sendu það á Instagram, bara áður en einhver annar eignar sér þetta. Þá bara verði ég að gera eitthvað með þetta. En í rauninni þá tók ég bara þetta litla stef og samdi lagið út frá því og gerði það bara mjög hratt. Geturðu spilað það fyrir okkur, þetta stef? Já, endilega. Sko, hugmyndin var, þetta var bara svona Instagram-vídeó sem ég ætlaði að gera. Að taka svona smá showcase, hvernig þú getur notað sko dúr pentatonic skala til þess að skreita dúrhljóma. Hljómagangur var mjög einfaldur. E-dúr, svo D, yfir í A, C, alltaf niður heiltón. Þannig að það byrjar þá á sko og þetta virkar kannski mjög flóknara en það er. En svona ég bara í raun og búin að temja mér að spila dúrhljóma. Við erum alltaf með dúr pentatonic skalan, en ef ég með G-dúrhljóma hérna, þá ég alltaf með þessa fingersetningu hér. Ég get alltaf gripið í þessum nótur og ef mér langar að gera eitthvað annað en að strömma bara þetta þvergrip, þá get ég bara tekið. Og þetta líka G-dúr. Og það var svona hugmyndir bak við þetta. Það bara svona brjóta þetta svolítið niður. Ég hef oft gert þetta með nemendum mínum, sko. Tekið kannski Hey Joe, þú veist, tekið C. Og gert það bara aðeins einfaldar og tekið þá bara yfir C. G. Yfir G. Yfir A. Svo yfir E. Og nú er maður komin í. Og svo
svo þetta brjótið upp. Þetta var svona pælingin svolítið. Akkurat. Gerist þetta oft þegar þú semur að þú ert bara að nútla eitthvað á gítarinn með upptöku í gangi og pikkar upp einhverjar hugmyndir þaðan? Já, þetta voru mikið sko, ef ég að semja, sko ég sem mjög mikið en kemur rosalega litlu frá mér. Vegna þess að ég klára ekki hugmyndirnar mínar. En sko það sem ég bý til, það kemur allt upp úr einhverju núðli og oftast kemur það sko þegar ég sest niður og pikka upp gítarinn. Bara ég sest niður og pikka upp gítarinn og byrja að gera eitthvað, þá það yfirleitt alltaf það besta. Og svo byrjaði maður að reyna að taka sko, já, þetta svolítið svona mindset dæmi sko, því að og svo byrjaði ég átt að þetta alltaf einfalt, ég var að flækja þetta eitthvað og svo enda með maður bara eyðileggur það sko. Já. Þetta svona, maður verður einhvern veginn að læra að, ég veit það ekki, þetta eilíða barátta og eitthvað sem ég er alltaf að berjast við það. Mér finnst ég samt vera orðin betri í þessu, að þekkja þegar á hausinn á mér að fara of langt frá upphafsreit. Akkurat. Ég kannast alveg við þetta líka og þetta ef maður gæti bara klárað og eins og þú segir, ég held að þetta sé bara vandamál, bara alveg eins og gítarleikara vandamáli með að læra alltaf bara riffið en ekki læra lagið. Já. Þú veist, þetta sama með að semja. Maður er með góða hugmynd kannski sem maður fílar en maður klárar hann ekki. Nei, akkurat. Fullan síma af hugmyndum. Akkurat. Þetta eitthvað Já, ég held að... Við ættum að fara í þjóðarátak með þetta. Kláriði helvítis hugmyndirnar ykkar. Akkurat. Maður hittir oft gítarleikara á hvernig vegi og það alltaf svona, já, ég er líka með 200 hugmyndir á símanum. Akkurat. Það allir með eitthvað, já, ég held að sé svolítið svona, maður þarf svolítið að, akkurat, bara setja pressu á sig. Þarna setti ég pressuna á mig, ég bókaði sko upptökusessjón, heilu bandi, með ekkert í höndunum, nema 20 sekúndar riff. Nákvæmlega, þetta það sem við vorum að tala áðan, með að auglýsa fyrst, já. Skilurðu, og þurfa bara að klára. Og það eitthvað sem ég hef fundið líka með hugmyndirnar mínar. Ef ég með svoleiðis, þá klára maður hugmyndirnar og þá maður ekki að flækja þér. Akkurat. Ég er alveg sammála að þetta akkurat það sem virkar fyrir mig. Oft getur þetta náttúrulega leitt að því að maður verður stressaður vegna þess að maður að ýta sjálfum sér út í eitthvað og svo gleymir maður að, þú veist, það svona alls konar hlutir sem spila inn í, tæknilega atriði og annað sem maður kannski gleymir og þetta getur orðið svolítið stress. En ég meina það annarkvort það eða það ekkert gerist. Oft, þú veist, mér heyrist að vera þannig í þínu tilviki og það alveg 100% þannig hjá mér líka. Þegar maður verður bara ýta sér svolítið að stað, sko. Ekki bíða þangað til þú ert tilbúinn. Nei, af því að maður aldrei tilbúinn. Nei. Það og svo annað. Eitt svona sem ég verið að hugsa líka, sko. Og ég hugsaði mikið til dæmis þegar ég var að taka upp lagið mitt. Gott að hafa svona hluti á bak við eyrun. Ég verð aldrei betri í dag en ég er í dag. Það það sens. Þú veist, ég bara svona í dag. Og mögulega morgun verð ég aðeins betri, en ég verð ekki betri í dag. Það sem ég á við með þessu þá kannski bara að þó að mér finnist ég geta gert betur, þá samt kannski einhver að úti sem vill hlusta á það sem ég að gera. Og maður verður svolítið bara að hætta að, ég held að það er sérstaklega við tónlistamenn sem eru ennþá að undirbúa svona sína fyrstu útgáfu eða svona koma sínum ferli af stað, að gera eitthvað, þú veist, að festast í þessari hugsun, æfa sem meira, verða aðeins betri, aðeins að laga lögin, mixa aðeins betri. Þú gerir eitthvað, þú veist, það ekki hægt að láta hlutina frá sig vegna þess að þetta ekki alveg fullkomið. Og þá, ég sá nefnilega þú postaðir en daginn bók eftir, inn á Instagram hjá þér, bók eftir Seth Godin. Já. Og þá fór ég náttúrulega að tjekka á hann. Og ég er búinn að vera að hlusta á hann tala á YouTube. Hann kom akkurat með þetta, hann var að tala um perfectionism. Þú veist, hvað perfectionism? Hann var að tala um, sko, þú veist, þegar tónlistamenn liggja yfir sömu upptökunni í stúdíóinu, sko, dögum og vikum saman. Að þú veist, að reyna að laga eitthvað. Er það perfectionism? Hann sagði, nei, það það ekki. Þú veist, þú ert í rauninni bara að fela þig á bakvið
tæknina, þú ert að nota tæknina í rauninni til að fela eitthvað sem ekki eins og þú vilt hafa það, sko. Ég held að menn, og fólk gleymir þessu, ég meina í gamla daga, þessi tækni var ekki til staðar, samt og tónlist frábær. Akkúrat. Og ég held sko, ég veit ekki hvað þetta en ég var bara að spá aðeins í þessu í gær. Sko, í dag, nú höfum svo mikinn aðgang að upptökutíma. Það eiga allir tónlistamenn eða flestir tónlistamenn einhvers konar upptökugræjur, við erum allir með einhvers konar heimastúdíó, getum tekið upp tónlistina okkar sjálfir, leigið yfir henni og þar af leiðandi að koma ótrúlega mikið af tónlist sem ég ætla ekki að nota orðið kannski overproduced, af því að það er kannski svona neikvætt orð, það að koma út mikið af tónlist sem bara mikið pródúserað og það ekki kannski að koma mikið út sem lítið pródúserað og þá verður þetta svolítið lenska og maður svona fyrir að halda að maður þurfi alltaf að gera eitthvað ógeðslega mikið. Það þurfi að vera rosalega margir layerar og þurfi að vera rosalega mikið af þessu og þurfi að vera strengir og þurfi að vera rosalega mikið af syntum og auðvitað það flott en það þarf ekki alltaf að vera og ég held að maður svona þetta orðin eitthvað svona lenska bara þurfi alltaf að vera að liggja yfir hlutunum endalaust til að gera þá fullkomna útgáfu að hæfa en stundum held ég nú þekki ég bara einn mann sem hefur verið að gefa út músík, tekur hann upp heima á sér og bara gera rosalega góða hluti á Spotify bara frekar einfaldar upptökur þegar stundum bara það, akkurat það sem skilar sér á endanum skilar svolítið svona tilfinningunni og því sem fólk vill heyra. Kannski skjótaði að því þú minnist á þessa bók The Practice með Seth Godin. Já. Það fylgir þessu, þú getur keypt þér aðgang að námskeiði sem hann með. Já. Sem geggjað fyrir þann sem langar til þess að gera eitthvað. Hvort sem það það sem þú ert að gera, því að það hafa ekki allir þetta drive sem að þú hefur. Þú veist, bara drífi í þessu og gera þetta á hverjum degi, þú veist, og vinna í þessu, af því þetta snýst allt það. Og þetta heitir The Creative Workshop, sem að ég einmitt að taka þátt í núna, þessum að þú þarft að skila frá þér og sýna eitthvað á hverjum einasta degi. Þú veist, og það það sem þetta snýst við þorum ekki að veifa tónlistin okkar og segja, heyrðu, ég bjóða til, þetta eftir mig, því að við erum bara svo hrædd við að vera dæmd. Og sérstaklega tónlistamenn, við virðumst alltaf vera að spila fyrir spilarann sem miklu betri en við. Já. Og það svona fyllist við einhverju minnumáttarkennd bara, heyrðu, ég get nú ekki látið hann heyra þetta og láta hann komast að því hvað ég í raun lélegur, sko. Akkurat. Þetta alveg hárrétt. Og bara allir að díla við þetta, sko, á einhvern hátt. Já, og svo svona þetta svona, já, maður akkurat, þetta svona, þetta svo mikið í hausnum á manni, bara koma hlutunum frá sér. Nákvæmlega. Þetta Þetta skemmtilegt, djúvillig við gaman að þessum ef við förum aðeins spólum tilbaka, þú varst með gítarinn sem þú fékkst hjá frænkuðinni og við förum svona í bara af því að þarna varst að byrja. Hvernig á maður að byrja að spila á gítar? Hvað það sem þú leggur upp með fyrir þann sem að byrja að spila á gítar? Sko, ég mæli með því að fólk hefur tök á því að fá sér kennara allavega til að byrja með. Þú veist, það hafa margir komist langt án þess að fá sér kennara og það engin ein leið rétt í þessu. En það sem ég hef náttúrulega séð rosalega mikið sjálfur bara í mínu starfi sem gítarkennari að ég fæ til mín marga sem hafa reynt að byrja sjálfur til dæmis á netinu. Þeir stranda náttúrulega á því að það enginn til staðar til þess að segja þeim til. Það upplýsingarnir til staðar hvað þú átt að gera en það enginn að segja þér já þú átt að íta hérna upp á bandinu til þess að nota verið skýr og þú átt að nota þriðja fingur hérna svo getur verið með fyrsta fingur hér og svo framvegis. Og bara svona beiting hvernig á að halda gítarnum svona hlutir. En ég myndi hiklaust mæla með því að fólk myndi finna sér góðan kennara allavega bara svona til að koma sér af stað. Það held ég. En svo náttúrulega hafsjór af upplýsingum út allt á netinu sem fólk getur nýtt sér. Svo það var í svona það helsta en og svo bara gera eitthvað sem mann finnst skemmtilegt
sérstaklega maður komin á stað. Þegar ég fæ nemendur, ég læt flesta sko gera það sama. Ég tek yfirleitt alla í gegnum sama svona pakkan svona til að byrja með. Sömu æfingarnar, svolítið sömu lögin. Og svo þegar við komin svolítið á stað, þá fer ég oft og sýni þeim sko eitthvað efni sem að henda svolítið þeirra tónlistarsmekk. Þá leyfi ég þeim að koma með lög alveg sama hvað það þótt það sé kannski gítarmúsík, þá getur maður alltaf útfært það fyrir gítar. En já, það kannski bara helst þetta tvennt, bara fá góðan grunn og bara reyna að hafa svolítið gaman að þessu. Það sko. Akkúrat. Ég alveg saman með þetta, að fá sér kennara skiptir ótrúlega miklu máli. Því að líka eins og þú segir, margir hafa komist langt á því að hafa engan kennara. Já. En það eru svo miklu fleiri sem hafa gefist upp af því að þeir höfðu engan kennara og eru fastir á sama stað. Akkurat. Svona sérstaklega í byrjun. Og þú veist, ég alveg bara all for sko allt svona sjálfsnámt. Ég sko sjálfur bara verið að læra á plötum og DFT-diskum og að fá þess spólum og veit ekki hvað. Og lærði bara fáránlega mikið þannig. En svo oft þá endaði ég á vegg og fór þá til kennara og ég hef verið með í gegnum tíðina marga gítarkennara. Ég veit ekki alveg töluna en þeir hafa verið margir. En alltaf svona hef ég sko farið til gítarkennara, verið svo einn eitthvað, lenda á vegg, farið til annars kennara og svo framvegis. Þannig það svona ein leið. Og svo líka bara muna það að þú veist, þó að sé náttúrulega gott að fara til kennara og læra svona grunninn í byrjun. Svona þegar maður komin á stað, það ekkert eitt rétt í þessu. Þú veist, það svo margar aðferðir til að búa til tónlist og gera tónlist og manni hefur oft fundist svolítið við búum á svo litlu landi og það voru ég að tala kannski fyrir lengra komna þessar tónlistanám að mér hefur oft þótt að mætti vera kannski aðeins opnar. Og mögulega að opnast aðeins í dag, en oft hefur þetta, eins og í gamla daga, þá var þetta svolítið valið á milli þess að fara í jazz og klassík og ekkert þar á milli. Og nú bjó ég í Englandi í mörg ár og þar getur fólk farið í svona contemporary skóla og lært og fer þá og lærir bara poptónlist og lærir svona sitt lítið af hverju þá kannski ekki eins mikill fókus sko á tækni og teóríu. Maður sá það alveg, ég var að spila með mörgum spilurum sem kom úr svona skólum. Tækni og teóríu kunnáttan var ekkert upp á 10. En þeir voru svona all-round músíkanta. Þá var þeim kennt sko production, þeim var kennt music business og allt svona inn í þessu sko. Kannski þetta svolítið vanta og mögulega þetta breytast eitthvað í dag en svona en allavega þegar ég var að læra þá var fókusin bara á það að verða topp spilari sko. Og þetta ekki maður margar sem koma svo út úr tónlistanámi og eru topp spilarar en það vantar allt hitt. Kunni ekki að taka upp, pródúsera eða markaðssetja sig. Þannig svona ágætt að svona hafa það í huga, reyna mjög mikilvægt sérstaklega í dag svona fyrir þá sem að byrja að spila líka, kannski ágætt að nefna það mjög mikilvægt að geta unnið músíkina, búið til tónlist í tölvu, geta tekið upp, geta pródúserað. Þetta orðið svo stór partur af því að vera tónlistarmaður í dag. Akkúrat, þetta líka orðið svo einfalt, þú veist. Þú getur klárað lag í dag og hentir bara á Spotify á morgun og allt klárt. Akkúrat. Ég tók mig sjálfur bara. Já. Já, alveg hygglust. Akkúrat, þetta bara orðið svo lítið mál og þetta er eins með háskólanám í dag í rauninni eins og þú ert að lýsa, þú veist það útskrifast einhver úr háskóla og svo stendur hann upp og réttur upp hönd, hvað ætlar enginn að ráða mig í vinnu? Það er engum kennt að þú getur gert þetta sjálfur, ef að námið þetta er alvöru þá ertu með öll tækin í höndunum til þess að skapa það sem þú þarft að gera. Nákvæmlega. Það var einmitt það. Ég fór sjálfur í háskólanám fyrir 10 árum síðan út í London. Það var svona ástæði fyrir ég flutt út. Einn tíma fór og lærði hljóðupptöku í London. Og þar var einmitt fyrsta árið, þetta voru 2 ár. Og fyrsta árið var bara algjör fókus á hljóð.
og upptöku og teóríuna á bak við það allt saman. Og annað árið það var bara skriftir og þá bara skrifa ritgerðir og reyni að sko koma hugmyndunum inn á blað og kunna að setja hugmyndina inn á blað. Þetta hjálpar mér alveg ótrúlega mikið sko. En á samanskapið útskrifaðist ég náttúrulega og það beið mín engin vinna sko. Það var engin að leita að upptökumönnum í London þegar ég útskrifaðist. Það var engin leið að fá vinnu í einhverju stúdíói sko. Þessum margir skólafélagar mínir gerðu, þeir útskrifuðust og fóru að vinna frítt og unnu sig hægt og rólega inn í kvikmyndabransan, inn í einhver jobb sko. En svona það var ekki alveg fyrir mig á þeim tíma. Ég bara hafði ekki tök á því. En já, það var líka sko inn í náminu, þar var sko eitt verkefni var, þú veist, okkur var kennt að starta business. Þú veist, business, búa til lítið fyrirtæki og svona hlutir. Þetta hjálpa manni rosalega mikið og þetta áttar maður sig ekki á því fyrir mörgu seinna hvað það hjálpa manni mikið, þú veist, eins og ég er að gera núna, búa til svona personal brand í rauninni. Þannig að það hjálpaði alveg pottet sko. En vinnan, hún beið ekkert eftir manni sko. Nei. Maður þarf, og þetta á eftir að aukast enn meira, maður þarf bara að sjá þetta sjálfur, maður þarf að framkvæma það sem maður er að hugsa og framkvæma svona verkefni, koma sér á framfæri sjálfur. Akkurat. Já, og það er bara akkurat það. Og svo ég segi sko, svona ein ástæðan fyrir að ég byrjaði á þessu var að ég kom til Íslands fyrir, verða 3 árum síðan og náttúrulega þá var eiginlega ekki búin að vera þetta í 7 ár sko, bara kíkt í stuttar heimsóknir og svoleiðis og alveg búin að halda sambandi við mína gamlu vini en þeir, margir sem ég hafi verið að spila með áður fyrir, þeir voru bara að byrja að spila með öðrum og þú veist það er bara sem það er og en ég var svo heppinn að fá bara nóga vinnu, fekk bara nóga að gera að kenna og bara kenna en svona hefur henni ekkert verið að koma mér inn í sko nógu mikið að spila með sko. Og sko svo var þetta svona hugmyndin, svona áramótin seinustu, þá ætlaði ég bara, og ég sagði bara, ok, það er svona, þú veist, það er ekkert að gerast, þú bara tekið plötu sjálfur og þú veist, gerir bara eitthvað sjálfur. Og þetta er náttúrulega rétt áður en COVID skellur á og þá fer ég í söngtíma til Margrétar og ætla að fara að gefa út plötu en svona, þetta er líka svona hvati, þú veist, maður langaði að fara að gera eitthvað og þú veist, það var ekkert að gerast og þá þarf maður svolítið bara að finna leiðir út. Og svo svona, ég er búin að kynnast mikið af fólki bara í gegnum þetta svo síðan, sem bara er mjög gaman. Sérðu fyrir þér að klára þessa plötu sem þú ætlar að syngja sjálfur? Sko, þess ég sé fyrir mig núna erum við bara að halda svolítið áfram því sem ég er að gera. En ég ætla ekki að gefa út heila plötu. Ekki svona in one go. Heldur ætla ég að reyna bara að gefa út lag bara reglulega. Núna er ég búinn að koma fram í fyrsta laginu. Það var bara svona ákveðin sigur út af fyrir sig. Ég reyni bara til þess að koma einhverju frá sér og þá fer svolítið mikið af þessu svona fullkomnar áttuðin en nei, þetta er ekki nóg. Fyrsta lagið mitt verður að vera svo frábært. Eða skilur þið, við vorum að tala um það. Ég er búinn að koma frá mér einu lagi og það er bara svona grunnurinn af þess að koma skal. Nú get ég kannski verið aðeins afslappaðri og ætla bara að gefa út stöðlög og svo er þetta eins og þetta er í dag og maður sko fengið gestasöngvara eða það bara sungið sjálfur og já, hugmyndin þetta lag sem ég gaf út, það er sko instrumental. Já. En það þýðir ekki öll lögin mín verði instrumental. Þannig ef að mér finnst lag þurfa að vera sungið, þá kannski syngi ég það sjálfur eða fæ gestasöngvara. Og það er aldrei að vita hvað gerist. Ég held þessu bara svolítið opið. Þannig að svo sjáum bara til, ég ætla ekki að vera með neinar yfirlýsingar, það væri rosalega gaman kannski ef maður næði að koma frá sér nógu mörgum lögum á einu ári. Segjum svo að maður gefi út 7 til 9 lög á einu ári og þá kannski skrapa þá saman í plötu sko, í lok ársins. Væri þá bara aðgengileg í streymi og ef þá væri nógu mikil eftirspurn þá væri kannski þetta prenta hana líka sko, á vínyl eða eitthvað svoleiðis. Akkurat. Já, mér langar bara svolítið að
bara halda því áfram sem ég búin að vera að gera og bara sjá hvert það leiðir. Ég svona ekkert með, bara satt best að segja, ekki alveg með skýra hugmynd, en auðvitað svona gulrótin svolítið líka hjá mér bara að geta haft meiri tekjur af svona internet spilamennsku og að raun að búa til efni frekar en að vera að kenna svona rosalega mikið, sko, einn á einn. Geta þá kannski kennt einu degi minna í viku til að byrja með eitthvað svoleiðis. Svona. Akkúrat. Það eitt, hvað þegar þú tekur upp svona Instagram-vídeó, hvað tekur þetta langan tíma að taka upp svona, hvað eru þau, 5 mínútur, lengstu vídeóin? Já, lengstu vídeóin. Eða bara vídeó sem þú situr út á morgun eða næsta, hvað tekur langan tíma fyrir það að græja þetta? Yfirleitt tekur þetta einhver stund. Sko, það sko, oft set ég bara þessi leiksvídeó út og þau eru stutt og oft mæti ég bara hérna í stúdíóið og hérna á morgnana og setja eitthvað backing track í gang eða bara pikka upp gítarinn og oft þetta bara það fyrsta sem kemur þegar ég pikka gítarinn upp eins og ég var að semja lagasmíðar. Oft kemur bara eitthvað sem mér finnst vera eitthvað juicy og þess virði að deila. Svo leik ég mig kannski eitthvað með það og hérna, ég hugsa þetta ekki neitt. Ég bara set upp ljósin, ég er með ljós hérna á þessu kameru og teka þetta bara upp og editera og svo þetta bara komið á netið eftir hálftíma klukkutíma. Já. Það ekki meiri vinna sem fer í það en það. En svo hins vegar hef ég verið að taka upp lög líka, svona útsetningar á lögum. Þá við ofta eftir það í nokkra daga. Ég og Andri Ívars tókum eitt vídeó daginn saman og það, sko, þá þurfti náttúrulega að halda í við andra, sko. Þá þurfti náttúrulega að æfa mig alveg í 5 daga, sko. Það var rosalega gaman og hérna, fengum inni hjá Gunnari Erni gítarsmið og tókum upp smá country vídeó. En svona heilt yfir, þegar þú sér svona stutt vídeó frá mér, þá þetta bara mjög spontaneous yfirleitt. Þetta oft bara, með dettur eitthvað í hug, setja upp kameruna, teka upp, klippi það, sem tekur enga stund. Já, þetta kannski oft heila ferlið, kannski 1,5 til klukkutími. Akkúrat. Og þú ert, þetta eru country skotin lick og svona ýmislegt sem þú grautast í. Hvernig gítarleikari ertu? Hvar liggja ræturnar? Þú talaði náttúrulega um Iron Maiden. Það náttúrulega bara Iron Maiden, sko. Og sko, ég veit það ekki, og svo náttúrulega sko, ég úlingur þarna mid og late 90s, sko. Það hérna Nirvana, náttúrulega hún sterkir inn og Smashing Pumpkins og hérna Soundgarden. Og svona, sko, en það var svona það sem ég var mikið að spila í þá daga og svo þegar ég var 17-18 ára þá ég byrjað að spila böllum og þá lærði maður bara þetta klassíska ballprogram sem allir spila og hérna og svo kannski svona upp á 20 sko það í rauninni byrja ég ekki að æfa mig eins og maður fyrir í orðin svona 21-22 ára. Ég fór í FIH þegar ég var 16 ára sko og á einhverjum röngum, ég áttaði mig ekki á því sko, hvernig skólið þetta væri. Mér langaði að fara að læra á gítar en ég áttaði mig ekki á því hvað þetta væri jazzmiðað. Og ég náttúrulega hafði engan áhuga á jazzi þá, bara engan. Og þannig að það fór ekki neitt. Sko, þannig að þá hætti ég bara og fer svo aftur sko, nokkrum árum seinna og þá aðeins svona dottir inn í þá músík og farin að átta mig aðeins betur á þessu. Og þá náttúrulega fara hlutirnir svolítið á flug hjá mér. Þetta tekið 1 ár í FIH hjá sko Þórði Árna. Þannig að já, ég datt svolítið inn í jazzinn sko, tók bara 1 ár og svo var ég bara í sko, ég held að árin sko, frá því ég var 21 til 25 ára spilaði ég ekkert einasta gig. Ég var bara heima að æfa. Já. Og bara allan daginn. Ég byrjaði reyndar að kenna sko, þannig að ég sko 22 ára, fæ ég kennslujobb í gítarskólanum. Þannig að sko, ég varð gjörsamlega obsessed af því að æfa og æfði mig bara allan daginn og bara fram á kvöld og hljómsveitaði okkur á kvöldin en þetta skilaði sér náttúrulega í því voru hljómsveit líka og hérna með strákur sem voru í svipuðum hugleiðingum en þetta endaði í sko bara algjöri sko svona perfectionism svona geðveiki sko
það endaði með því að koma ekkert, af því að þetta átti að verða svo flott. Og hljómsveitin sem við vorum í, við æfðum og með fullt af efni, en á endanum þá bara brunnum við út í rauninni. Spiluðum nokkuð gig, en það varð í rauninni ekkert meira. Og ég sjálfur svona í kringum, sko, já, þegar ég var svona late 20s, þá ég svolítið bara að missa áhugann á gítar. Já. Bara eiginlega alveg, sko. Þá var þetta bara búið að vera of mikið og fullkomnar áráttan orðin svo mikil að maður svona komið sér ekki alveg frá sér, og að því maður var ekki komið sér frá sér, þá var ekkert reward. Og þá svona einhvern veginn koðnaði þetta bara svolítið niður. En ég ákvað það samt, sko, ekki að henda músík frá mér. Ég var að kenna á fullu og var alveg að gigga og svona, en svona ástríðan sem ég hafði haft þarna árum áður, hún var ekki til staðar. En ég ákvað að fara út til London og læra hljóðupptöku, þannig að vera þá allavega í einhverju músíktengdu, en bara gera eitthvað nýtt, fá nýja sýn á hlutina. En það það sem ég geri, sko, og fer út og svo tók það alveg nokkur ár, byrjaði að kenna, sko, aftur nokkrum árum seinna. Þá, sko, þá kemur svolítið áhuginn aftur og af svolítið miklu krafti, sko. Okay. Eftir að hafa fjarlægst, þú veist, allt þetta að vera að æfa sig og vera svona obsessive spilari, svona, já, eftir fjarlægst að þú fór í svona nálgast hlutina allt öðruvísi og æfi mig, þar að leiðandi, sko, allt öðruvísi líka. Svo í dag, ég sit ekki við taktmælunum og er að æfa æfingar, ég æfi ekki skala, bara aldrei, ég bara, nenni því. En í staðinn þá bara sest ég niður og er að núðla. Þannig verða þessi líkt til, þú veist, sitja og er að leika mér. Akkurat, en það auðvitað afrakstur allra æfingana áður. Algjörlega. Þetta bara svona ný nálgun hjá mér svona mörgum árum seinna, sko, og þetta hefði gerst nema náttúrulega ég hefði haft þennan grunn. En sko mín nálgun á þetta í dag er allt öðruvísi. Hvað var það, ef þú ferð aðeins, hvað kom þér upp úr þessu? Þú byrjar að kenna, byrjar þá bara að nálgast gítarinn bara á annan hátt, eða var eitthvað eitt sem að... Það er náttúrulega eitt atriði, sko, sem skipti miklu sköpum bara í mínu lífi, sko, og það er þegar ég hætti að drekka. Ég hætti að drekka, sko, fyrir tæpum 3 árum. Það svona breytti í rauninni bara öllu, í rauninni, þú veist, bara sýnin á lífið og svona, maður fór svona að hafa meira trú á sjálfum sér og sem maður var að gera og fyrir utan allan tíman og peningana sem spurðist. En það hafði mjög mikil áhrif á það sem ég verið að gera seinustu ár. Í rauninni, sko, þá er maður í rauninni að gera það sem mann langa alltaf til að gera, en maður hafði aldrei orku eða fókus til að gera áður fyrir. Þannig að, sko, það hafði mikil áhrif á mér. En já, svo er þetta líka bara, þú veist, skipta svolítið ég segi, þegar fólk lendir á svona stað, að það verður stopp. Þegar dræfið er ekki til staðar lengur, langar samt að halda áfram að gera það sem það gera, þá held ég að maður verður bara svolítið að skipta gír, reyna að skipta nálgun á hlutina á einhvern hátt. En það sé... Alveg sammála þér. Og þetta er það sem mjög margir, held ég, díla við bara þegar þeir eru að læra á gítar og þeir eru bara að gera eitthvað yfirleitt, sko. Það kemur alltaf einhver staður þar sem að manni finnst maður bara ganga á vegg og það gengur ekkert, það er ekkert að gerast og þá þarf maður, og oft er bara nóg eins og þú segir að reyna að sjá hlutina bara í aðeins frá öðru ljósi. Algjörlega. Því að, sko, í gamla dag þá, sko, þess að ég segi, þegar maður er að hlusta á eitthvað svona fusion sem er fáránlega flókið, þá finnst manni, sko, eins og maður getur ekki gefið neitt frá sér nema að sé svona flókið og flott. En eins og þú heyrir allt sem ég geði í dag er bara mjög einfalt. Þú veist, í grunninn bara mjög einföld músík. Og þannig núna nýti ég bara miklu betur að spila bara músík sem er einföld og gera eitthvað flott við hana. Og ég held að það sé bara algjörlega málið, bara ef það er það sem fólk fílar. Ég meina, ef fólk er í komfortzónu eða líður vel og finnst gaman að gera eitthvað svona flóknara,
meina að gera, en ég svona fann mig aftur einhvern veginn í einfaldari hlutum, meira svona blues og country miðuðu efni. Akkúrat, þetta er áhugavert. Við erum búin að fara yfir ýmislegt skemmtilegt og Ja. við getum örugglega haldið áfram eitthvað fram eftir degi Algjörlega. og við tökum þetta nú kannski upp einhvern tímann síðar en ég held að þetta sé bara við séum orðnir helvíti góðir og svona í lokin hvernig eru næstu mánuðir hjá þér? Næstu mánuðir, það er góð spurning. Maður er bara, eins og ég segi, bara svolítið að halda áfram í þessu sama. Þannig að það er full kennsla, ég er að kenna sem sagt í 2 tónlistarskólum 5 daga í vikunni og já, bara halda áfram að setja inn efnið inn á Instagramið og YouTubeið og svo auðvitað Spotify líka. Ég hlakka til að fylgjast með. Bara takk fyrir spjallið. Bara takk hérlega fyrir spjallið, bara virkilega gaman að fá að koma í þáttinn.